Spaghetti bolognese, Komið sæl og velkomin í Karlakofan í beinni útsendingu á Instagram. Þetta er þáttur nummer 20 og við erum að fagna þeim tímamótum við að vera í beinni útsendingu. Þá kemur tilkynning í þessum þætti, stór tilkynning sem skemmta. Og þessi þáttum kom í kvöld og við þurfum ekkert vera að horfa mikið að skjá. Já, ég skulum bara láta það sé ekki. Það er bara menningin. En það sést náttúrulega ekki mig og Úlf. Nei, það er ekki þannig sko, vegna þess að ég er svona... Við getum séð hendurna. Já, ég er þess að minna. Það er gaman aðeins. Núna sé mig, en ég er ekki bara að vera svona. Það er nefnilega svona sunnudagur sko. Já, það er sannlega sunnudagur. Það er svona bara venjulegur dagur. En ég svona... Hvað segir þið? Bara allt. Bara allt fínt. Ég er búinn að vera með Ívar að gista hjá mér. Já, hann Það er einn áhörfundur núna. Vinur þinn. Já, við ætlum ekki að vera að pæla mikið í þessu. Látum bara þessu ekki. En það er vinur þinn, hann Ívar. Hann er búinn að vera á landinu, sko. Við horfðum á Red Notice föstudagskvöldið. Talandi að horfa á hluti. Hvað er ekki að... Ég horfði á betri mynd en það. Trains and Automobiles. Já, flott. Johnny Hughes. Aldrei. Já. Með franska hífing. Trains and Automobiles. Nei, þetta er góð mynd með Steve Martin. Steve Martin. Hann leikur aðalhlutverkið og svo Kevin Bacon leikur líka eitthvað í þessu. Já, John Candy sko, hann leikur líka. Þetta ert þú búinn að horfa á Red Notice? Nei, við erum að tala um... Nei, vegna þess að þú sagðir, ég veit eina mynd sem er betri. Já, það er ekki margar myndir sem eru betri, sko, en Steve Martin er frábær leikari. Já, það er ekki á honum, sko. Já, ég byrjaði að horfa á Office, ég veit að þið vitið það. Já, hvað er þið komin langt? Ég er á seríu 2 og ég held ég er komin að jólaþáttunum. Hvað, ertu að fíla þetta? Ertu að fíla þetta? Nóvember, ég trúi sig ekki að það sé. Það er nú bara því ég er að horfa á þetta í réttri röð. Það er ekki út af því að ég vil pirra þig, Matthías. Það er bara svona. Já, í gær, ég byrjaði að horfa á nýja seríu. Nú, hvað er það? Er þetta sitcom eða? Nei, þetta er ekki svona fullorðin sería. Hvað er þetta? Kúlubarnir seríu 4. Úlfur, þetta byrjar hálfstundin okkar. Sko, þetta eru barnaþættir, en konseptið er frábært. Þetta heitir Dogs in Space. Nákvæmlega sem ég sagði, ég er að hugsa að prófa þetta, sko. Ég sá þetta á Netflix. Hvað er þetta að sjá þetta? Er þetta hvað Netflix? Þetta er mjög... Er barnaþættir fyrir 3 ára eða eitthvað? Nei, þetta eru barnaþættir fyrir bara 7+, sko. Já. En þetta eru þættir hunda sem eru farnir út í game. Bara þeir hafa þessar risastóru höfuðstörfa sem heita The Embark og þeir eru að reyna að finna nýja plánetu fyrir manneskjurnar til þess að búa á vegna þess að jörðin er að deyja. Þannig að húmorinn er ekki svo besti en allavega hundar og geimir. Það er frá Mása. Ég hef eitt að segja líka hana, sko. Ég er á fíkniefninu TikTok. Líka Ívar, við horfum mjög mikið á TikTok einhvern veginn. En jú, ég er á fíkniefninu TikTok og ég var í gærkvöld, svona, ég veit að ég klukkan 10 í gærkvöldi var ég að flakka á milli í þessu eiturefni. TikTok var bara að flakka á milli, skoða það. Þá rakst ég á lifandi straum af einhverjum Portúgala í húsi, yfirgefna húsi. Síðan var eitthvað fólk með hníf að reyna að myrða hann og
Þetta var eitthvað fake dæmi, en bara ég bara var alltaf bara, hvað ég að horfa? Hvað að? En veitu, ég gat ekki hægt að horfa á þetta var svo merkilegt, þetta var svona eitthvað yfirgefið hús og þau eru með svona eitthvað draugagrímur, þetta var ekki hræðilegt, en þetta var bara skrítið, ég bara hvað, svo ég vaknaði daginn eftir í morgun og þá var ég bara hvað gerðist þetta í alvörunni, það var þetta draumur. Síðan komst ég að þetta var draumur, sko. Nei, ekki draumur, það gerðist í alvörunni. Svo, þið tveir eru þau ekki á Discord. Nei, ég setti krækju á þessu á Discord. Býtu bara þangað til 15. desember, Mattías. Kíktir þú á þetta? 21. Það var bara búið. Já, það var bara búið held ég. Já, það var búið það er þetta, veistu þetta held ég ofta, sko. Nei, það var alltaf hámark fyrir lengt á TikTok. En þannig að, allavega, talandi TikTok, ég og Ívar vorum að skrolla og við sáum eitt mím sem við fórum í hláturskast yfir. Og það var eitt sem ég fannst mjög relatable við það. Og bara það var eitthvað sem bara svona, bara lét mig líða eitthvað eins og bara, já, þetta voða raunverulegt. En mýmið var allavega þannig að það stóð svona me and my cousin listening to this intro on my greasy iPad. Og það eru þessi tveir feitir kallar í Spiderman búningum að dansa ógeðslega mikið yfir svona trap-músík. Og það sem fékk mig til þess að svona finnast þetta að vera svo relatable var bara að þeir voru í Spiderman búningum. Sem nákvæmlega sem ég og frændi minn myndum klæðast í þegar við vorum litlir. Þannig þeir eru svolítið svona vitleysingar. Nei, þannig að þegar við vorum litlir og líka þetta bara svo frændalegt. Já, þannig að þið voru vitleysingar. Spiderman. Það er það sama, sko. Maður hægt aldrei að vera vitleysingur. Litli bróðir minn og frænka mín gera þetta. Þeir voru alltaf í Spiderman búningum. Litli bróðir minn og frænka mín sem er svipið aldrei. Spiderman Þeir voru alltaf að klæða sig í Spiderman búningum. Eins og maður segir, einu sinni aumingi, alltaf aumingi. Alveg eins og Benni Ben. Aumingi. Spiderman svo frændsyskinalegt. Já, aumingi, þetta náttúrulega orð sem að nota fyrir þroska hemla fólk og svona. Nei, núna eru 3. Sofía, Ardís og Ívar og Elva Sif. Hæ mamma. Sko, við skulum ekki vera að lesa upp fólki sem er að horfa vegna þess að þetta mun líka fara með hlaðasveitur. Hvað Matti? Þetta mun líka fara með hlaðasveitur. Þetta var fættu. Sko, Ívar, hann horfði á þetta og maður fórst eða eitthvað. Nei, Ívar er ennþá. Nei, hann er ennþá, já, flott. Veif honum. Ívar kallinn. Úlfur, þetta er bara, sko, Úlfur, þetta kemur hverjir er að koma og ekki hverjir er að fara. Já. Þannig að gæti verið að hann Ég held að mamma sé líklega til Þessir eru að fara að fara. Já. Sko, ég með hugmynd. Ég get prófað að hafa sjónarhornið með okkur. Ívar, takk fyrir Ég með hugmynd. Ég get prófað að hafa sjónarhornið með okkur í svona 10 mínútur. Síðan færi þetta yfir eitthvað svona. Prófum það. Já, klukkan 18:30 þá. Þegar þetta komið upp í 18:30 hérna. Já, 18:30. Ertu ekki þarna, viltu ekki, er ekki eitthvað fleira sem þú vilt segja eitthvað? Jú, ég var með eitthvað meira, en síðan bara, hvað? Já, svo horfðu á leiðinu hann í gær. Já, ég sá á leiðinu í gær. Og viljum ekki segja hvaða afmæli þetta var út af við með beinni útsendingu hérna? Jú, við getum bara sagt þér. Nei, guðmungur, ég er að reyna að passa mig hérna, sko, þeir eru... Úlfur, finnst þér eftir að segja hver þetta afmæli í gær? Nei. Við veitum ekki með segja líka afmæli hjá því það byrja hvenær einhverju á afmæli. Nei, ok. En þarna, já. En þarna, sko. Hvað? Við langar að ræðum eitthvað sérstakt umræðefni. Já, ég til í það. Og ég var að spá í hvort við getum spurt áhorfendurnar hvaða hvað segirðu? sérstaka umræðefni. Heyri, áhorfendur, þarna kommenti núna í strauminn hvað við núna að tala um. Okay. Eitthvað einfalt. Eitthvað einfalt. Ég ætla bara að segja Hvað er við að tala um? en úti. Jú, það var fyrir það. Skrifið eitthvað niður. Ég vil fá komment hvað eigum við að tala um. Við erum búin að tala um drauma og framtíðina og Jú, við erum búin að tala um allt hérna maður. Þannig að við viljum Ég var að tala um spritbrúsa. Það kemur Það er ekki beint umræðu. Nei, Ívar segir borgara, sko. ég er Hvað, til í það. hamborgarar Já, eða? hvað eru bestu hamborgar? Eða eldri borgara. Já. Já, hvað eru ykkar Stöðvarvík, sko. Hann er að tala um borgara, er það ekki? Jú. Hann segir bara borgara. Borgara. Burgir.
Já, en hvað fáið þið bestu borgarana eitthvað með því? Bestu borgarana? Ég orðinn þreyttur á því sem ég fæ á þarna American Style, sko. Ég fæ alltaf með American Style er ekki það góð. Ég fæ alltaf með Berner sósu. Úlfur, á svona stöðum þegar við beðum ég ætla að fá þennan borgar og sleppa Berner sósu. Ég fer aldrei með, þau bara panta eitthvað. Afsakið, þetta er hlaðvarp. Ég held að við veitum ekki að við veitum að slaka Já, er eitthvað sem að segja að við veitum að slaka að tala. Fréttir. Við mátum það Fréttir. Já. Eigum að tjekka á MPL? Nei. Ha? Já, einhvern veginn, ég ætlaði að segja ykkur, hann að í gær þá vorum við að tala klám, ekki spyrja, en við vorum ekki að tala klám, en ekki þú ert á klám, nei, allir segir þér hafa gjort á klám og við erum eitthvað fíblast, líka svöggast eitthvað, en já, og svo bara, ég var sko að MBL í gær, seint kvöld, sem er eitthvað sem ég ger mjög sjaldan, ég sko mjög sjaldan fréttameil á netinu, ekki gera þetta. Já, ég ger það alltaf, sko. Og ég les bara blaðið og orðið, mjög sjaldan líka fréttir, bara. Já. En þið talið Þið er að tala allir í einum. Já, þetta er hlaðvarp. Þið talið allir í einum. Já, þetta er hlaðvarp. Bara hættu þessu. Þetta er leiðandi að koma. En já, og svo var bara frétt klám á djóf. Það var þau gera fréttir klám. Þau gera mjög oft fréttir. Já, ég veit, en þetta var eitthvað svona áhugavert alveg frétt og ekki eitthvað ástæðu fyrir þú hefur á klám. Hvað var þetta? Þetta var eitthvað Hann talaði að setja aldurstakmark á klám, hann var að setja hann sitt skilríki til að horfa á klám. Í þannig að maður verið 18 ára eldri til að horfa á klám. Er þetta Pornhub? Pornhub, bóðskoðan bara klámsýrur það stæði þau. Já, ok, segir mig sjá. Gór held ég eða eitthvað. Höldum bara, Úlfur, við viljum ekki fara... Nei, ég er bara forvitin að vita hverju að horfa fyrst. Úlfur, þú ert svona núna, sko. Hefur þetta borðað mig? Úlfur, það er ekkert að sjá hver að horfa, sko. Það er... Það er bara að sjá hversu margir að horfa og hver er búinn að horfa einhvern tímann. Hversu margir að horfa? 2. En þarna... Já, þið 2 sem eru inn hafi við bara þökkum eitthvað fyrir. Það muni sig að koma fleiri, sko. Af hverju heldum við ekki að það borgara? Það kom bara byrjum að segja fréttir. En það borgarar, sko, svona... Ég fekk maður eitthvað hambúrgar bara daginn. Já. Hvar er það uppáhaldsborgarnir ykkar? Sko, ég svona, þetta margir segja... Ég ætla að segja þetta á Roadhouse, huguruslega. Já, ég ætla að segja þetta sem margir myndi segja eitthvað að þetta svo eitthvað ófínt og plebbalegt eitthvað. En það er, sko, aktu takt. Viki 105, góðan daginn. Afsakið, Viki 105, þú mátt ekki vera með. Þetta hlaðvarp. Og bara aðtíst. Já, en það er líka vandamál að tengja hljóðið við. Já, mitt er Brúdog eða minnst þið bestu þar. Brúdog, já. Ég fór einu svona Brúdog og svo Berglind ekstra góð. Mér líka bara við borgarana sem pabbi gerir handa mér. Og það hljóma kannski dálítið illa fyrir suma. En nei, ég er að tala það að hann bara byrjar að kaupa eitthvað úr kjötbúðinu eða eitthvað svona og býr til hambúrgar og... Já, þetta er eitthvað búið mikið kjötbúð, það er bara einu landinu. Mér finnst það bara að vera bestu borgarinn, sko. Það er hárborgarinn, hann er óheitast borgarinn. Ég er náttúrulega ekki í borgarinn. Ég líka við borgarana sem við fáum í Háteigsskóla. Ói, þeir eru ekki góðir, ekki heldur grænmetis. En sko, já, maður fær brauð, kjöt, tómatsósa og brauð. Sko, ég er með svona svolítið óvinsæla sko, það er svona aktu taktu sko, mér finnst það alveg að vera aktu taktu er með góð laukringirni hjá aktu taktu. Já, laukringirni. Síðan og ég ætla að segja enn og aftur, ég hef aldrei prófað aktu taktu. Úlfur, veist að þú þarft að gera það. Úlfur, ég skal fara með þér og við kaupum bara á heimleiðinni. Nei, ég er við, Úlfur, þú þarft að prófa aktu taktu, Úlfur, þú bara, Úlfur, þú ferð ekki í gröfur, þú deyrð ekki. Þú mátt ekki deyja. Þú getur ekki dáið á þess að borða aktu taktu. Það er bara skilið til þess að lifa frá sér aktu taktu. Og þú fær til helvítis ef þú borðar ekki aktu taktu í lífið þinni. Ég er með óvinsæla skoðun sem ég var að segja ykkur annan, en bara, er American Style í alveg jafn gott og fólk segir þess? Nei. Það er bara svona ágætu staður. Ég fer bara á hann út af neikværi. Ég líka bara við ostborgarana. Afsakið, en ég sko aktu taktu ein ástæð, en American Style. Einasta fyrir þangað það er í hverfinu. Já, sko, Magnús, ég fór með þér American Style og þú pantaði samloku og þú varst bara að drulla yfir staðinn allan tíma. Manstu eftir þú pantaði eitthvað ostasamloku og það var ekki helvítis ostasamloku.
Ég held að þýðir ekki að druggla eins og auðvitað átti við Steinda í stóra sviðinu bara. Einhvern tíma verður svona byggða afsökunar. Ég sést að Maggi hafði fengið niður. Þetta er ógeðslegur. Þetta er ógeðsleg samloka. En sko, líka eitt annað sko. En já, svo er það Fabrikan. Fabrikan, já. Ég fer ekkert allt oftar. Nei, ég fer bara afmæli á það. Síðan er einn annar staðar sem ég er að tala um. Mér finnst McDonald's gott, en Metro finnst ég bara ekki. Metro finnst mér bara ekki jafn gott. Ég hef gert tilraunir. Ég hef gert heiðarlega tilraunir til þess að fara á Metro. Ég hef bara einu sinni farið á Metro, svo ég get ekki það. Ég hef aldrei farið á Metro. Jú, þú fórst í Ég hef aldrei farið á hamborgarafabrikuna. Ég hef aldrei farið á Ég hef farið á hamborgarafabrikuna. Já, ég var með þér. Já, og með Metro. Við svo sinnum. Nei, þeir hötuðu hvernig annað það, sko. Hamborgarafabrikan. Ég man eftir því. Já, það er í Borgartúni. Þetta er í Borgartúni og Kringlunni. Já. Hvað gerðum við? Ég hef allavega aldrei farið á búlluna. Það er svona fréttablað sem er maður til aldraða búlluna. Það er frábært það, sko. Ég hef aldrei farið á búlluna. Hafið þið bara smakkað Vitaborgara? Vitaborgara? Já, Vitaborgara. Vitaborgara, það er alltaf það er á Barþónnstíkum minnum mig. Nei, það er á Skúlagötu. Ok, ég er með annað svona unpopular opinion. Kjúklingaborgari er betur en hakkborgari. Eða því svona á góðum, kjúklingaborgari er betur en hakkborgari. En KFC. Það eyðilegu dálítið hamborgara, sko. Ertu þá að tala um svona KFC svona borgara? Nei, þeir eru ekkert spes. Ég er með alveg óvinnsæl skoðun sem ég veit er óvinnsæl. Filet og fisk er í alveg gott á McDonald's. Já. Ég hef ekki smakkað fiskborgara á McDonald's. Nei, ég hef það svo ótrúlega langt sem ég farið á McDonald's. Já, líka, því þannig ekki á Ísland. Það er Íslandmál og því COVID. Sko, mér finnst líka Burger King vera betra en McDonald's. Burger King er betra en McDonald's. Ég hef aldrei farið á Burger King. Ekki. Það er synd. Ég hýst að þeir verið eins og farið á bókasafn. Þau gerðu sko. Ertu að blanda saman borgarastaði og bókasafn? Þú hefur ekki farið á bókasafn. Sko, með Burger King, þeir eru náttúrulega með svona eitt sem heitir svona Burger King. Þeir eru með eitt, sko, þeir breyttu merki. Nei, þeir breyttu merki. Þeir breyttu út af einhverjum ástæðum merki. Og þeir eru með bara eitthvað ömurlegt merki. Æ, það á ekki að skipta máli. Jú, veistu, mér bara, þetta var svo flott merki að þetta lítið út fyrir að vera svona juicy, flotti borgarar. En núna er þetta bara eitthvað svona venjulegur heilsuborgari. Og veistu, ég hef bara ef ég sé þetta nýja merki, alltaf þeir eru svo gamla, svona, my god, skellum það að Burger King. Núna nýja bara. Já. En það besti borgari heimi, það finnst mér að vera Five Guys. Five Guys. Ekki ég heldur. Það eru bestu borgarar heimi og bara, ég ætla ekki að segja eitthvað meira en þetta er út allan heiminn nema á Íslandi og þetta er þetta bara alls staðar? Nei, ekki alls staðar, þetta er ekki Íslandi og þetta er uppbóðsfólkstar svona slata. Já, og þín, eða ekki? Jú. Er þú nokkuð svona slata? Já. Nei, það er ekki. Ok, ég er með eitt umræðum sem við getum talað annað en. En já, reyndar eitt sem ég langar að segja fyrst að við vorum með skyndibita hérna, það skil. Já. En það er bara áður að skipta með undir umræðefni, það langar maður að tala meira skyndibita. Já. Hvort segir pulsa eða pilsa? Pilsa. Ef áhörundur vilja segja pulsa eða pilsa í spjallinu þá endilega. Skrifið það. Ykkur neginn segja alltaf pulsa. Það er reyndar enginn að horfa einmitt núna, Matti. Hvað er 0? Pilsa er svo Það mun smá. koma ekki aftur. Já. Við fyrir ekki vera að stúta okkur að þessu, sko. Ég horfði á sjónvarpið í morgun. Já, við hafa það að Og ég var að horfa á Mannskvörf. Ég er ekki að gera það í morgun, en ég er búin að horfa á Mannskvörf og síðan tók ég óöryggislögreglum og síðan íslenski ástríðuglæpir. Já. Þá er það svona Ástríðuglæpir, hvernig voru þeir? Hvernig glæpir voru það eftir? Það eru svona nánar tengingar. Það var þeir hreittu stelpun á svölunum og maður sé ekki eftir þessu. Hvað? Já, jú, ég man eftir því. Já, bjó ekki einhver eftirgi þinn í þessari blokku eitthvað? Jú. Síðan var amma mömmu minnar. Ok, þú ert ekki að segja svona mikið. Amma mömmu þinnar? Já. Langamæ. Maggi er ekki með heyrnartólin, ég ætla að sjá hvað. Maggi, þetta er heyrnartólin.
Þannig að langamæðin sem bjó í það var mjög mikið. Og allavega, þá var ég búin með alla þætti og þá spurði það hvað ég horfa á næst, hvað annars náttúrulega gott. Það er svona, eru þættirnir Neyðarlínan, eru geggjaðir. Já, þeir eru góðir. Veistu, ég horfði á, Ég hef ekki séð þetta eru hrútleiðinlega þættir. Veistu, ég gafst upp eftir að horfa þegar þátturinn var hálfnaður. Nú. Veistu, ég ætla, og ég öll skipti heiminu, það hef ég alltaf klárað þáttinn, maður, en bara þetta var svo, þau eru svo mikið að teygja lopan, þetta á að vera 10 mínútur, þetta er 25 mínútur. Og seinni hlutin á þættinum, þá er þetta bara, það er bara að segja eitthvað kona greindist með heilablóðfall og síðan bara segja þá sögu, síðan eftir á, það er bara að segja frá öðru fólki sem er lagt með heilablóðfall, svona, þetta er bara svo leiðilega þetta, sko. Já, það myndi örgulega virka að vera smekkið að þrískipta þættinum, Ég byrjaði líka á öðrum þáttunum og þeir voru allir líka mjög leiðir ég hætti ekki árasendi, þetta er umleiðir. En ég var með annað umræðefni. Já, það er einmitt það sem ég ætla að spyrja. Já, hafið þið hitt Íslendinga í útlöndum, bara svona random? Er það ekki alltaf pínu svona óþægilegt? Ég hef viljandi farið á bed and breakfast hjá einhverjum þarna ógeðslega næs Íslendingi sem heitir Bjarni. Ég hef sagt ykkur frá honum áður. Mér finnst það gaman ekkert. En því það er gaman? Jó, en það er samt eitthvað skrítið. Sko, já, ég fór á Moskvu sumar 2018 og Ísland, Argentína í HM. Og ég var í stúku sem var bara fullt af Íslendingum og síðan voru einhverjir Argentínumenn sem stálu sætunni mínu og voru eitthvað með leiðandi og eitthvað. Þá þurfti ég að bíða hjá einhverjum öðrum Íslendingum. Og ég þekkti þessu Íslendingin, mér líði bara eins og allir Íslendingarna voru bara vinir mínir og allir gátu að spjalla saman. Og einhvern veginn það voru allir. Íslandi er bara svona náin þjóð. Við erum bara alltaf nána. Og mér fannst bara eins og ég þekkti alla nána, sko. Mér fannst bara, þó ég aldrei hitti áður og ef ég veri í Íslandi, þá myndi ég vera bara hvað að gera. Nú, fyrst verum ég þessari COVID-tíð. Hvað hefur svona bætt upp fyrir svona hluti? Sem hefur aldrei enda. Já, hvað hjálpar ykkur að bæta upp fyrir svona hluti eins og þetta? Eins og þú veist, ég veit ekki hvort einhver finnst það heilagt, eins og ég hitti Íslending í subredditi sem er ekki íslenskt. Já, það er fínu subreddit. Það gerstu mig líka, sko, og þannig hún er núna mjög hrýst. Við spjöllum stundum með þess að... Já, ég fór svona Erdöldur Mifflin sem er The Office subredditið og ég sá eitthvað post og ég fór inn á aðganginn og þetta var eitthvað Íslingur sem var bara aktífur á Ísland og eitthvað, sko. Og ég segja, sko, þessi sem ég fann, hann bara stjórnar einu subreddit eftir að ég fór á Reddit. Nú, hver? Hvað er þetta? Ég ætla ekki að reyna það, þú spurðir. Hvað er subreddit? Þetta er... Ég er ekki að segja það. Er þetta hann? Hann gefur upp hvað aðgangurinn minn hitt og ég er ekki að þýst að gera það, held ég. Er þetta hann? Já, en ég hitt fyrsta samanafni. Já, ég veit hvað þetta var. Hvað stjórnar sem honum bara? Já, ég var bara að leiði. Ég var bara að segja, ég ætla að hætta þetta og mér langar eiginlega ekkert að drepa það. En heyrðu. Hann er, já, ekki þetta gall. En heyrðu, þarna, sko, með Office, þess að segja þarna, já, ég var í Erdöldur Mifflin þarna. Sko, ég elskaði Office og ég er búin að klára alla seríunar. En mér finnst rásinn vera svo pirrandi. YouTube-rásinn? Já, ég sé alltaf þessi thumbnail og titillannir, þeir eru alltaf eitthvað OMG, it's Jan, oh my god, Jim is the worst roommate, eitthvað svona, guð minn góður, ég er alveg að mikla á þessu, sko, bara hætti á þessu, bara mikla á þessu. En sem að breytist í sveppi. Hafið aldrei heyrt þetta áður? Mikla á þessu. Að mikla á þessu? Nei, ég held að það sé bara þú. Ég hef sagt þetta allt mitt líf. Aldrei heyrt að segja þetta. Fóreldrar hennar að segja þetta. Já. Mikla á þessu. Já, það er... Fóreldrar hennar segja þetta mjög skrýttum hlutstundum. Eins og hvað? Mikla á þessu. Og annað, hvað? Ég man ekki allt sem þú sagðir. Ekki hvert um mér hafa vonda minningu. Þú hefur farið 2 sinnum með mér á hamburgerfabrikuna og mannst ekki eftir því. Já, hvað voru þið gamlir? 11 ára. 2 ára. 2 ára. Hvenær fyrir við á okkur borgar það saman eitthvað?
Já, eigum við að gera það bara bráðum, skipuleggi eitthvað svona. Taktu. Kannski fagna. Þú elskar borgara, Maggi. Bara í dag fyrir við bara eftir. Þetta er bara, fáum okkur borgara, Maggi fæði sér Samara og förum heim. Það er ekki snöggt. Já. Við fórum ekki Af hverju afmælið, hvað var Maggi? Já, Já, En við fáum þetta ekki síðast, það var það síðast. Já, röstæmi, við vorum að taka mumma að fara í sleik og mömmu þina. Mann sé eftir því. Nei, ég man ekki eftir því. Jú, mann sé hann og með svona shake, svona Já. í sleik. Ég er mía. Nei, ég tóta mía. Já, nokk. Það séu sleik þetta. Og það er einhver að horfa. Hver? Gunnarsdóttir Já, þetta er mamma mín, sko. Segðu hæ mömmu þína. En þarna, já, sko, já. En Úlfur, þú ert svona office kall, sko. Úlfur, þeir aðra að horfa. Ég er office kall. Ég er svona sitcom kall. Ég horf á sitcom. Og þegar ég er búin að veka sitcom, að finna eitthvað annað sitcom. Og horfðu síðan á annað sitcom og annað sitcom. Og ég er með svona, bara óskrifaðan lista, bara fullt þáttum sem ég sjá. Og síðan bara er ég, sko, strömsöður, ég ætla bara að byrja á hana þannig. Núna er ég að horfa á Seinfeld. Og Hvert þetta kom? ég er í seríu 3. Seríu 3? Já. Það er besta serían. Já, það segir það. Já. Og mjög margir. Hún er Það er bara... mjög fín, sko. En allavega, þá vatna, Úlfur, þú klárar Office, einu mánuð eitthvað. Ertu búin að finna annan þátt til þess að horfa? Eða ætlarðu... Ég sagði, ég er að horfa á Dogs in Space. Já, það er ekki sitcom. Og það er bara Nei. 10 þættir af því, sko. Ég er ekki eins mikil sitcom aðdáandi og þú, sko. Nei, en ætlarðu að horfa okkar nýja sitcom Þú ættir að, ef þú ferð að Disney Ég meina- Plus ættir að horfa á Modern Family, það er svolítið svipað á Office. Ég veit alveg hvað Modern Family er, sko. En hefurðu prófað Parks and Recreation? Já, ég horfði á einn þátt með pappa mínu. Hvað svo ræðilegt? Ha, nei, þetta var ágætt. Já, Chris Pratt var í því. Hann fótbrotnaði. líka Brooklyn Nine-Nine. Já, ég horfði á einn þátt með Ívari. Ég veit að einn Ekki vinur alveg okkar, fyrir mig, Þú sko. ert einn vinur okkar á Superstore, Austurlandi, kíktu það. hann elskar Já. Brooklyn Nine-Nine. Ég vil ekki segja hvað hann heitir. Já, ég veit hvað þetta er. Hvað er hann rútt allir þetta með það? Hann, ég veit það ekki, ég held að hann var að vinna á því þegar ég fór að heimsækja í ágúst. Ég veit hvað Superstore er en ég hef ekki horfði á einn þátt. Já, ég hef séð, Maður getur samt hægt að blikka á mig og Þeir eru, Úlfur, þú þetta prófaði það, ég hef séð það. Þetta er Þeir eru bara alltaf eitthvað. helviti fínir, sko. Þeir eru ekkert vondir, ekki slæm, bara svona Hvað er ekki? ágætir, sko. Hver? Nei, ég sagði að þetta voru fína Superstore, þetta. Já. Þeir eru bara fínir. Þú getur það fram og tilbaka. Nei, bara vegna þess að sjónvarpna var þannig að það sást ekki í ykkur báða, sko. Þau verður bara svona. Elli Pelli Galaxy. Sko, já, þegar, sko, við getum líka tekið með tölvu næst. Gemtar henni hérna. Já, þú ert fartölvu. Já, ég var fartölvu og sko, það Það tengjum við bara við þennan skjámóla. Já, og sko, Færð þú þig aðeins nær? já, við getum þetta gert það, sko, næst. En þarna, jú, ég get bara tekið með tölvu og bara Ég þetta getur bara skráð inn í þessa tölvu og nota hana. Já, við getum alltaf gert En það. ef sko, þetta er ekki myndið. Já, en sko, síðan er það, ef við byrjum með fésbókaraðgang fyrir karlakúan, þá er ekkert svona, þá er ekki þetta hérna snið, þá er sniðið svona, þá er það bara svona tölvuslið, því það henda mér, þá sést öllum líkið, þá sést ég alla. Við getum alltaf reynt að gera það. Já, þá þurfa allir, þá sjá þetta allir á hvolfi. Já, hlið. Já, það er rétt. Þannig að það virkar ekki. Við þurfum að streyma þessu En það er svona enginn á Facebook. Hver er á Facebook í dag? Ég eitti því bara. Já. Það eru 4 í bekknum á Facebook og ég held að þeir sé ekkert endilega nenni að horfa á þetta. Jú, það getur verið einhverju góðkynningi þáttir. Þannig að ef við ekki byrjum með svona Facebook-bylgjum, allir Ég segi að við búum til ótrúlega marga gerfið aðganga á YouTube og á YouTube-inu. Já, við þurfum að búa til 9090 aðganga. Ég langar með að fara í. Til þess að vera í 800 beinni. aðgangar. En það horfa heldur ekkert losalega margir held ég í beinni sem á YouTube, sko. Það voru enginn okkur á Twitch. Já, enginn. Við erum á Twitter. Ég er bara að læra það, ég ætti að gera beinmyndsinn á Twitter. Ég veit ekki hvernig maður að gera það. En það er, ég held að enginn sé líka að horfa það, sko. Já, En Instagram, Það er það er svona, það er alltaf, já, en það, ég ætlaði að vera í beinni, já, ég ætlaði að vera í beinni og síðan tók ég það er ekki hægt. Já, En Saga. vandamálið TikTok er líka mikið létt að finna okkur þar síst. Bara, Hvað? og
engin matur og drykkulegur kompani. En já, strákar, þátturinn hálfnaður. Já. Þátturinn eru alltaf... Hlé á streyminu og við snúum aftur. Nei, Þátturinn eru alltaf miklu lengri, sko. Já, ég veit það. Já, ok, en svona, það eru 30 mínútur liðin. Ok, já. Mínútur sjómið smáhálinn. Hæ? Smásólinn? Já. Já. Getum við tekið spin the wheel? Spin the wheel? Já, ég ekki vera með fyrst, ég var ekki síðan. Get ég farið út úr þessu bara? Nei, ég heldur getur ekki nefnilega. Leifur, byrjar þetta bara aftur, skiljum við. Þessu Magnús. Við erum komin aftur, við tókum smá hlé. Kannski var þetta með, ég veit það ekki. Hver eru að horfa núna? Horfa núna? Herðu, mamma þín Maggi er komin. Alma sig. Ok, þannig að aftur, ef við hafa myndalinn á mér, fyrst að ég er, og þið minn ekki. Jæja, gerum það. Hæ, hvað segir þið? Halló. Ok, þannig að þú voru að loka síman þinn. Er Maggi með síman sem frammi? Getum við svo kalla þetta eitthvað annað en smásól? Já, en byrju, Maggi mús vera eitthvað að tala. Hvað er núna í gangi? Nei, Maggi verður inn í setna, það mun ekki heyrast í honum annars. Hvað með hann? Það mun ekki heyrast í Magga hérna á þessu. Það getur með sér á spíkar bara. Það er annan síma. Nei, því, ok, ég verður bara að hafa þetta á spíkar þá. Þannig að þið verður að hafa alveg þessu. Akkur setur þetta ekki, akkur tengir þetta ekki. Út af þá heyrist ekki þessu. Já, reyndar. Já, ok, akkurat. Ok. Þegar við fara lengra frá, annars heyrist í honum. Ekki bara spíkar. Já, Maggi, farðu lengra frá, annars heyrist í þér. Mamma, ég ætla ekki að hringja mömmu mína. Ef ekki bara byrja þetta? Já, ok, Ólfur, segðu. Komdu og ringdu hér í smásálina, komdu hérna vinur minn, já. Hringdu hérna vinur minn í smásálin, hringdu hérna vinur minn í smásálin. Góðan og blessan daginn, velkomin í smásálina, ég er Sigurður Kristjánsson og já, ég ætla það eru línurnar eru glóandi og já, við erum komin með einn hérna á línuna okkur. Prófa bara að hringja hann aftur. Afsakið þetta, hæ. Gleymum það bara í burtu. Enginn að horfa. Það er enginn að horfa. Hæ, Já, velkomin í smásálina. já, gaman að heyri þér. Já, sömuleiðis. Þannig að, já, því hringdir þú? Já, ég ætla aðeins að tala við þig. Ég er með smá vandamáli í lífinu. Já, segðu. Ég var að fá vinnu Já, á ungbarnaleikskóla. já, og ungbarnaleikskóla. En alvandamálið er að ég veit bara ekkert um börn. Já, ég er Getur þú nú... hjálpað mér? Já, þetta er svona... Ég veit nú ekki sérlega mikið um börn heldur. Ég veit börn. Æ, Doddi, viltu segja það? Hvað? Afsakið, Doddi síðan tæknimaður Ég var minn. bara svona spá. Á ég að taka vinnu? Ég Já. ég á hund, Já, en hann er alltaf að gelta. Er það líka hann með börn? nei, börn gelta venjulega ekki allan sem ég veit af. Æ, hvað þá? Já, hvað, getur þú ekki sótt um einhverja aðra vinnu mögulega? Þú veist ekkert um börn og aldrei þetta er nú ekkert að vera mjög mikið svona... Já, ok. En börnin, hvað finnst þér gaman að gera? Já, ætla ekki aldrei að tala um börnin. Já, hvað finnst börnum gaman að gera? Já, börn, ég held þú að spyrja mig, já. Ég veit ekki leika sér, sko... Leika sér? Hvað hafa þið tíma fyrir það? Já, Eiga þið ekki að vera að vinna og koma inn einhverju peningum fyrir fjölskyldu sína? Heyrðu, ertu vissum að... Ég held að þú ættir kannski frekar að vinna á stofnun, ég held að það sé svona
líkar það þér eitthvað svona? Já, ekki það. Ég var eiginlega rekin þaðan fyrir að láta við starfsfólkið eins og það væri líka, já, við sýlum ekki fara út í það. Já, hvað, ég bara veit ekki hvað önnur störf ertu búin að reyna? Já, ég búin að vera að reyna að ná starfi á bókasafni. Já, á bókasafni, já. Ég nú reyndar á bókasafni bara núna. Já, veist það? Já. Það er bara vandamálið að ég er ekki mikið fyrir bækur. Já, Í raun og veru kann ég ekki að lesa. Hvað finnst þér nú skemmtilegt? Á ég að reyna að læra að lesa samsagt. Nei, hvað finnst þér skemmtilegt? Ég er mikið fyrir að setja fólk á einhvers konar lyf. Á lyf, já. Já, ég pröfa fólk á röng lyf og sjá viðbrögð. Já, hljómar. Já. Já, það nú ekki. Herra, þú veist hvernig ég er að tala ekki satt. Hvað? Já, ekki kærastu myndir tala. Í dag? Hvað, ég veit ekki alveg hvað í gangi hérna. Já, konan þín, kæristan þín var... Nei, ég bara vinna þér, sko, hver er þetta? Ég segir Kjartansson hérna, Sigurður Kjartansson? Ég er hjá Kjartansson, þetta er Smásálinn. Já, Píður, já. Já, það. Já, herri, afsækja hann, er hann ekki óþolandi? Nú neina. Já, hvað? Heldurðu kannski eitthvað svona ólöglegt, við að þú ert kannski svona eitthvað fyrir ólöglegt? Hvar á ég að vera? Strippari. Þið finnst svona ólöglegir hlutir gaman? Já, ég hef nú verið kölluð. Ég hef eiginlega ekki með mikið líkama á mér. Já. Ég er eiginlega bara bein, skinn og bein. Já, hver var þetta samt? Var þetta kærastinn eða vinnufélagi sem var þarna áðan? Kærastinn minn. Já, 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 ég er kannski ekki beint svona besti maður til að tala því störfið, þannig að er einhver önnur, þú getur lokað hurðinni. Takk fyrir það. Já. Bless. Þetta var Smásálinn og aftur yfir til þín, Bogi. Hvernig var þetta? Voru ég ákveðin langdreið? 4 mínútur. 4 mínútur og 44 sekundur. Það var svolítið langdreið, en það var þetta því að þú heldur að það heyrst ekki í þér þegar það var slökkt á hinn. Líka, mér fannst hún eiginlega ekki vera það skrítin nefnilega. Nei. Ég vildi að því það er hvernig þið voru. Þau voru ekki eitthvað bara gagga-gúgú í tvíhöfða, sko. Nei. Heyrðu, en þessi straumur. Jú, voru þetta frekar skrítið. Já. Ætlum við að... Uppáhalds, einu sem ég man svona nokkuð eftir var Tutti Frutti maðurinn. Já. Sem var alltaf, var að grilla ávexti. Hann var ekkert eitthvað svaka skrítin, fyrir bara hann talaði skrítna hlut. En hver var þá munurinn á kvöldsögum í Smásálinn? Það er lengi munur. Því spáði það kannski meira svona þessu vandamál, kvöldsögur kannski meira svona þessu sögur. Smásálinn var svona ekki vandamál, sko. Já, ekki meira svona... Nei, þetta er alveg að sama þegar skiptum mér nafn. Þú ekki settir miðina bara. Jú, þetta er svona svo létt. Ég held að nennir enginn að horfa á þetta, bara hendur. Heyrðu, kæri... Ok, ég var einn aftur þá, ok, Ermundur, 10 sekundur þá skulum við fara yfir í 9. Ok, bara setja þetta í 8. Þarna bara. Þetta er svona í 9 mínútur og svo... Heyrðu, sko, ég held að þessi straumur, ætlum við að vista. Já. Setja hann á Instagram TV. Þá þurfum við að hætta að strauma eftir korter því að klukkutíma er hámark. Já, það er. Þannig að þetta verður ekki allir þátturinn sem verður fyrstur. Það að gera meira klukkutíma. Já, gerum bara svona Það verður korter viðbót. Já, við getum bara byrjað annan straum. En það er líka... Við erum náttúrulega með tilkynningu í dag. Hefur tilkynningu? Þú segja hana núna bara. Nei, ég er eitt með langar að segja þetta, sko. Einu svona hugmynd sem ég langar svolítið að segja er að ég kom þetta, ég veit ekki hvernig, kannski næsta, kannski þar næsta, kannski
eftir 2 þætti, kannski eftir 3 þætti. Ég veit ekki, þetta hugmynd. En þarna þá gef ég eitthvað símanúmer, það hringt í það og meðan við erum að taka upp það svona hringihorn. Þannig að svona, fólk er að hringi í okkur meðan við erum að taka upp. Við reyndum það svo. Nei, þá erum við að hringi fólkið. Já. Og það var bara eitthvað svona símanúmer að vera að hrekka fólki. En þarna bara fólk að segja, góðu þáttur. Ég held að við kannski ekkert að prófa það. En þarna, jú, og hvað, ég var fyrir tilkynninguna. Nei, býðum aðeins. Býðum aðeins. Það er ekki lag, veist. Lag? Nei, það er alltaf ekki hægt í streaminu. Býtu, mér langar Við erum að fara að gera það í lokin bara. Við getum haft samt lag á milli klippin á streaminu. Mér langar að... Það er bara alltaf í lokin, við erum ekki að spila lagið með. Mér langar að segja því. Getum við kallað smásálna eitthvað annað og ekki haft eitthvað Sigur Jón og Jónsson? Já, við getum alveg gert það. Þetta er svolítið svo rugræður, sko. Já, ég veit, en getum við ekki þá bara breytt í bara, halló, þetta er ég, Matthías Atlason og við Já, við getum gert það, sko. Matthías Atlason, eða eitthvað nafn sem er hérna símasálfræðingurinn bara, eitthvað svo. Símasálfræðingurinn, já. Já, halló, ég er Úlfur og velkomin í... Já, sko, ástæðan fyrir að ég fór niður stigann var svo að það er ekki háfaði til það var eitthvað fólk að læra. Já, ég held við séum tilbúin fyrir stóru tilkynninguna og sem getum við rætt því ég veit ekki hvað er tilkynningu? Veistu hvað það? Ég man, þú varst búin að segja mér. Já, það er tilkynning. Sko, við erum búin að ræða þetta, sko. Þið munið ég að það. Þannig að þetta er held ég stærsta. Það er enginn að horfa, hana. Þetta er, já, ok, gerum þetta þegar það kemur einn að horfa. Ok, ef það verður einhvern tíma. Þeir, en og meðan, sko, Þangað til, eigum við að tala fréttir, ef við erum búin að tala Þangað til, ætlum við að tala þrælahald og COVID. Já, ég til það. Þrælahald er ekki... Ok, nei, þetta er ekki skrekkur. Við erum alltaf að tala um þetta. Það er komin áhrundi. Já, ok. Tilkynningin, við erum með stærstu tilkynningum í sögu... Veitu hver er að horfa? Við veitum það ekki. Við veitum það ekki. Einhver sem er búin að horfa samt áður. Stærstu tilkynningu í sögu við veitum ekki hver er að horfa á það stendur ekki en þarna stærstu tilkynningu í sögu Karl Kvart en tilkynningin er svo að já, því miður þá verður þáttur þetta er þáttur nummer 20 þáttur nummer 25 sem verður sýndur á annan jólum verður svo síðasti í seríu 1 það síðast í bili, við tökum síðan frí í janúar, þá voru engin þáttur í janúar og sem byrjum við aftur með seríu 2 í febrúar, þá verður kannski 9 liðir og aðeins öðruvísi stefjafl, það verður bara aðeins öðruvísi og aðeins kannski verður sketsar, það verður bara komið ljós. Það er eftir þannig þátt. En hvað með að bara á meðan við erum að gera kallakofan, getum við ekki bara gert bara sketsaplötu fyrir jól? Sketsaplötum... Já, hvað? Ég er bara að skrifa bara handrit. Já, Úlfur, það er 21. nóvember. Við höfum mánuð til stefnu, það er náttúrulega svolítið lítill tími, við ætlum að gera heila sketssafni. Ok, útskýru hugmyndina bara. Ok, þannig að við bara skrifum handrit á fullt af sketsum. Já. Svona 30 sketsar, þannig að það eru venjulega kannski svona 30 sketsar í tvíhöfða. Ok, já. Og það... Við þurfum ekki að vera eins á tvíhöfði, við getum líka bara gert eitthvað sér. Já. Og þarna, og svo bara gerum við þetta allt í kompunni en kannski setjum tónlistin og allt eitthvað hljóðin inn í kannski heima hjá þér eða eitthvað ekki hérna. Já, við getum alveg gert það. Þannig að það væri meira flókið. Já, það getur verið möguleiki. Já, við getum prófað að gera það. Við getum haft hlutin svo smá sálina, bara handritað og eitthvað. Sko, þetta er náttúrulega bara best of úr... Já, en við þurfum ekki að gera. Nei. Ég veit líka ekki... Ég held samt í seríu 2. Plana þeir samt sketsa bara... Já, þeir plana, þetta er ekkert spinna, sko. Ég veit að svona... Þetta er alltaf... Þeir hittast kannski í hádeginu og bara skrifa... Tilkynning, Já, hvað? Seríu 2, kannski hefur sketsa ef þeir samþykja hugmyndunum mína Já. En jú, það eru eftir þennan það eru eftir 5 þættir þessari seríu. Og Hvað er það að gera, Matthías? Rosa. Og jú, við erum með nokkra hugmyndir sem við viljum kannski gera áður en að hætta með þessa seríu. Við erum samt líka ennþá eftir að gera ósönn sakamál með Arnmundi. Já. Við verðum að gera það. Það verður svona premiér hluturinn í seríu 2. Við sjáum til. Það ekki? En þarna, jú, við
getum alveg haft það eitthvað. Þið heyrðu þetta ekki á fórundar en... Nei, en náttúrulega við mögum ekki gleyma því þetta er líka frá að fara á streymisveitir kvöld. Þá mun alveg fólk heyra allt og svona. En jú, það er þannig. Þannig að jú, karlakon. En þetta karlakon, þetta er orðið svona veldi bara. Karlakóaveldið. Karlakóin er ekki þáttur. Við ætlum að byggja kast á því. Sko, karlakóin, það er ekki þáttur, þetta er lífstíll. Ég er ekki saman. Karlakói er lífstíllinn. Við getum selt svona varning, derhúr, peysur, Ég held ekki myndi hafa... Ég held það samt að ef við gerum varning, nælur. þá á varningurinn ekki, það er hægt að gera bara nælur hér og við viljum sko með karlakóðmerkinu bara ekkert nál. Það er á opið núna sko. Sko, Næluvél hérna í Borgbúks. Já. Hver notar nælur samt? Þið notu... Ég nota nælur. Ég er ekki Ok, Emundur, ef þú ert óákveðin stjórnmálamaður, Já. þá skaltu hafa eina nælur sem er karlakóin. Já. En þarna, jú, svona nælur og Við hefur alltaf langað að gera varning. Síðan getum við byggt svona hús fyrir karlakóin. Alveg svo Dagson.com. Síðan getum við byggt heilt hús bara fyrir karlakóin. Við svona skrifstofum hjá okkur öllum. Handrita, dóti, sketsa, kompu og kompu líka, önnur svona kompa, það verður líka önnur kompa, það sem við erum að taka bara þættina. Og síðan getum við haft svona auka áskrift fyrir sjónvarpsþættina karlakóin og kvikmyndina, síðan svona auka þáttur á karlakóin. Auka áskrift, þannig svona 100 kall á mánuði, þetta er pínlítið. Og þá getur þetta sjá karlakóin í beinni bara. Og líka og mynd. Með hljóðum. Og síðan líka þetta sjá hann sko í bara, síðan svona auka þáttur, það er bara eitt umræðni, sem heitir bara eitthvað geimurinn. Nú langar mig að búa til karlakófahús í hérna Sims. Síðan kemur svona annar þáttur, síðan verður sunnudagsþátturinn, hann verður ekki 1 tíma eða 2 tímar. Síðan verður annar þáttur á miðvikudögum, sem verður líka 2 tímar. Þannig að þetta verður svona lífstíll. En já, þarna, við hefur Þetta er... Góðan. Nei, er það að sjá þetta? Alma. Sigurðardóttir started following you. Takk fyrir. Takk. Magnús, stekum við mömmuðina? Nei. Jú, hérna... Heyrðu, Alma, takk fyrir... Takk fyrir að followa 100 stig, rockstig, ég veit ekki 100 stig, rockstig. Takk fyrir að gera sinunni þínu. En já, strákar, mér langar bara að hafa bara svona eitthvað eins og Dagson.com. Já, ég skil, sko, og þú veist alltaf þetta með lífstíl, karlakón, þú veist þetta var bara brandari, sko. Við erum ekki verið að byggja heilt hús fyrir karlakón, sko. Ég sagði það, Nei, en við erum ekki að fara að gera við erum ekki að fara að gera svona Dagson. Sagði ég það? Ég sagði bara sjálfan mig. Já, ég held að það er, mér finnst það karlakón þetta verið svona Já, ég sagði aldrei karlakón, ég sagði mig hefur alltaf. Já, heyrðu, róaðu, ég missirist. En þarna, já, og bara svona, ég var bara að hugsa, ég ætla sérstaklega líka að gera alveg svo Dagson. Ég er ekki Hulli jólabarn. Örugglega. Hann er alltaf að gera eitthvað... Sagði þið bara, ég er jólabarn. Hann er alltaf að gera eitthvað jólavarning, sko. Já. Já, og það er alveg jólinn skemmtileg, ég held að sé ekkert. En á jólunum, hvað með við hittum að tekum svona jólamyndamaraþon? Já, ég til ég, við tökum allar Home-Alone-myndina sem eru góðar. Ég er að tala um eitt annað, ég er ekki að tala um eitthvað Home-Alone-kjafta, ég er að tala um svona Mummi-Alone. Mér langar ándjóks að horfa á Mummi-Alone 2 en þess að ég man ekki það mikið eftir því sem gerist í henni. Horfum bara 1 og 2. Ég er búin að gleyma öllum Home-Alone 2. Við líka oft á jólaskjáinu þegar Njáttfali gerir svona eitthvað jóla svona. Hitta saman og Jóla og Jackson þáttir. Drekka malt og appelsínu eitthvað. Já, jóla. Jacksonir Christmas special. Jú, við gerum. Ég segi Jólaguðspjall. Það var hræðilegur þáttur, sko. Það er samt nostalgísk. Já, hann var, ég var að gleyma hann, sko. Takk fyrir að minna maður. Hann var samt. En já, svona, Fyndinn. hvernig varning myndi þið vilja sjá mig gera? Mér langar á að gera stuttarmabóli með risastóru myndum fram á. Mér finnst þetta Ekki bara eitthvað svona fyndið. jólaguðspjall svona jólamornar. Það var fyndið. En það ekki, sko, með varning, bara peysu almennt. Mér langar ekki að vera í peysu, það sem er risastórt
Hæ, ég elska Karlakofan og ég hlusta á hann á hverjum degi. Mig langar eitthvað lítið, þetta er bara eins og venjuleg peysa. Já, mér líkar alltaf við þessa bóli sem hafa kannski svona lítið merki hérna. Mér finnst þér óspennandi. Þeir eru alltaf að sjóa. Spennandi. Þegar bólir eru með eitthvað lítið hér og risastóra með Far bara lífið þetta að vera hasar, Maggi. Það er svo, oh my god, þessi ból að kremja mig. Bara nærist lífið, svona að reyna að brjótast út. Og þú ert leiður í andlitinu. Hvað heldur að ég sé bara, ég held að ég sé Johnny Depp eða eitthvað? Ég sagði það aldrei, ég sagði bara að lífið, þú vilt að lífið sé hasar. Verður þú í næsta þetta? Örugglega, já. Já, það er svo margir þetta sem þú ert í sko. Ég kemst ekki alltaf. Nei. Mér finnst samt að við ættum að gera, ég veit, jafnvel þó við séum ekki í sóttkví, langar mig ekki tíma bráðum að gera aftur í hérna sem við tökum upp heima með Skype. Það var svo gaman. Það er önnur stemming. Mér fannst það. Mér finnst það svo leiðilegt. Já. Mér fannst það eitthvað. Ég er bara ekkert þess að hittast á netinu. Mér finnst Það það er líka svo mikið vandamál. Við munum svona að gera það ef við munum að komast í sóttkví eða það verður alltaf vont veður, það má ekki fara út, við getum alveg gert það. En ég held að ef við getum farið hingað, þá myndum við alltaf fara hingað. Ef við ætlum svona að gera sóttkví þá, það ekki. Ég var svo, við lendum í, en ef við lendum ekki, þá verðum við. Það var skjáþáttur í gær fyrir áhorfendur. Já. Hvað, hafið þið séð hann? Já. Nei, Já. ég er ekki búin að sjá hann. Nei. Já, ég sá hann. Hvernig fannst ykkur hann? Það var Svo ekki skemmtilega. Var hann funny? Það var ekki drif. Já, nema mér líka ekki við hvernig þú gerðir þetta í sínasta þætti. Mikið drama með mamma. Heyrðu, já, en sko, eitt svona fyrirkvæmt fólk sem segir eitthvað að ég prófaði þetta helvitis skjárindæmi og það, þetta er ekki nóg sitcom-legt. Síðustættir hafa verið rosalegir. Það er bara búin að vera ástarþrír. Það eru búin að vera 2 ástarþríringar. Það er bara, ég ætla að byrja með henni, ég ætla að hætta með henni, ég ætla að vera með henni, viltu giftast með henni? Ok, þeir eru algjör full, en samt þeir ástarþríringar. Það er svona eitt par sem bara og sko bara eitt par sem bara allir áhorfendur elska. Það er Mummi og Dóra. Já, Mummi og Dóra. Þeir nýja sættir hann að vera svolítið þá. Ég ætla ekki að segja hvort það séu saman eða neitt þannig, en það, ég meina, þeir eru svolítið mikið að tala saman þessu eitthvað. Það gæti verið saman, gæti ekki verið saman. Já, svo er það hinn ástarþríringur. Hann er svolítið meira spennandi. Hann er meira svona erfiðari. Hann er búinn. Já. En hann mun sem byrja aftur. Við langar bara ekki að skjárinn verður með ástardrama. Nei. Það er það sem ég er En það mest verður að vera hræddur um. fyndið. Það er fyrst og fremst Já, að vera fyndið. Mér langar bara, þannig að bara svona, mér líkar, alveg svo á Office, mér líkaði ekki við hvernig þetta byrja bara að vera ástardrama í lokin. Já, þetta, en sko, fyrstu 7 seríun, þau voru samt bara svona mockumentary, en þetta var eiginlega bara sitcom í þetta, sko, bara alvöru sitcom. En já, Það er líka bara átt sem fólk getur ráðið hvort þau vilja. Já, en þarna, Heyrðu, Grína það gerst fyrir. allir horfðu bara, hvað er ykkur að horfa? Enginn horfa. Nei. Þetta gerist, ef maður byrjar aftur, ef maður hættir að stríma, byrjar aftur, þá tekur erfiðan tíma. Já, er ekki þátturinn alveg að vera að enda núna? getum við endað þetta á 10 mínútur yfir? Já. Ég er bara svona... Hefurðu nóg að tala um? Nei. Hvað ætla að enda þetta núna? Nei. Svo í næsta þá þurfum við að skrifa niður áhugamál. Þetta maður gerir þetta bara svona, já, hvað segir þið? Já, Ok, núna er eru þið búin að vera að lesa ykkur bækur í þessu sem er skemmt? Ég er að lesa hana fyrir. Já. Ég er að lesa fyrir þessa ritgerð. Já, Já, eftir að skrifa ritgerðina, sko. Já, ég líka. Já, eftir bara að gera eftir og fara yfir. Ég er ekki búin að þessa bók. En það gat ég ekki gert út af því að Ívar var að gista hjá mér, Nei, en sko. ég er ekki búin með þessa bók, sko. Ég er búin að lýsa 2 kapli í bókinni. Ertu ekki búin með? Hvað bók ertu með? Hvað er komið langt? Heimskuleg bók, 2 kaplar. Er hann í alveg bara 2 kaplar? Já, ég er bara að lesa byrjunin á hverjum... Nei, bókin er eitthvað 20 kaplar. Þannig hver kaplar er 10 blaðsíður. Já. Það er alveg gott. Það er svo þægilegt að kaplar eru ekki of langir. Ég er bara að lesa 20 blaðsíður, 20 blaðsíður bók. En jú, næst þá þurfum við að koma með eitthvað meira plan. Og sko, eigum að byrja fleiri dagsfóliðir í þáttunum. Já. Við viljum alltaf
Ég finnst svo leiðilegt hversu leið það er. Sendi þér á... Stundum verðum við að vera svona... Já, Það er ekki að tala. En hvað dagsfjöld er það að hafa það? Mér langar helst að Ég finnst ekki að hafa fleiri leiklistalið. Leiklistalið Eins og ég meina hún með karaoke cover eða eitthvað sem gerir grína lagi, textarinn á lagi í svona með karaoke. Það er ekki meira svona skjáran eitthvað. Það er þetta skrifa. Jæja, Alma er byrjuð að horfa. Takk fyrir að koma. Og núna ætlar einhver sonur Ölmu að flytja Ég er ávarp. ekki ykkar sonur hennar. Allavega sonur Ölmu að flytja smá ávarp. Já, takk fyrir að koma aftur í hlaðvarpið og -1 rockstig. Hæ? Hvað er alltaf að vera að tala um rockstig í þinni húsinu? Þú ert ekki stærfrið hérna. Við klumum skipta til okkar. Þú ert ekki þriðji stærfrið. Núna minn Alma fara, sko. Henni langar að sjá sig. Þú ert ekki stærfrið að kenna nokkar sem byrjar á H. Nei, ég tala H-U. Ég ætla ekki að segja nafn hans. Jæja, Ég íta þennan takka. 1 klukkutíma. 1 klukkutíma. Hún gerur svona þetta var óvart. Hún gerur svona Þessi fólki sem er að horfa á hann og ströyt sem er bara mamma mín er bara svona Jesús mig, hvað veistu svo ég komið það? Næsta eftir þá komum við með lista yfir Umræðuefni. og við þurfum líka að fá hómyndir að leiðum. Leiðum fyrir afsakið. Bara- Ég er með lista frá því þegar við ætluðum að taka upp fyrsta Karlakóðaþáttinn. Já, tjekkum á honum, lesum yfir hann og sjáum hvort það mikið er. Ég man að ég talaði frekar mikið af þessu fyrsta eftir ég var með hann að lista sko. Hvað myndið þið gera? Ég myndi bara koma með það. Það getur bara búið bara. Ok, ég ætla að bjóða okkur að horfa á strauminn. Hvernig á ég að bjóða það? 10. september á síðustu ári. Já. Það er skrýtna fóbíur, hlutur sem við höfum fyrir okkur. Ég var bara ekki góð læg. Það var einmitt það sem ég var að hugsa um áðan. En já, það er skrýtnar, ok, já, ég ætla að fara yfir þetta aftur, flýja hættum. Þetta er skrýtnar fóbíur, hlutur sem við höfum hlutur sem fyrir okkur vandræðilega hlutir, eitrilega kápur sem fólkum er eiginlega alltaf flottar en alvörinu kápan. Helvitusfokkin karlaklúburinn. Ok, varðandi fóbíur. Ég veit meira fóbíu sem Matti með. Matti með nóvemberjólafóbíu. Þessi var góður! Þessi var góður! Æ, ég er ekki deðabili. Hún hætti að horfa Alma, hún bara nei, ég get ekki. En þannig að, já, mögn enn ekkert að horfa. Er einhver af ykkur með kóngulófóbíu? Hæ? Það er arachnofóbíu. Já, arachnofóbíu, ég man ekki með. Ég er með, ok, ég er með margar fóbíur, Hún ertu með kóngulófóbíu. Hæ? Ég er hrædd... En afsakið, en það er nóvember, þú kaupir ekki páska ekki í janúar, ha? Sem að kaupa, þeir eru sett á sölu í janúar. Februar. Februar, janúar, februar. Já, það er bara sölutryggsar krónunni, sko. Það hefur eitthvað tíma að segja eitthvað í februar taka sem ég ætla bara að kaupa sem páskar núna, er ekki allir svona stemningu fyrir því? Hér fólk taka, þú veist, 1 eða 2 stærni, þess að litlu, hana með ungarnum kannski fyrir eitthvað. Það er líka bara fyrir little börn sem get ekki beðið, eitthvað, hérna er jólag, áður. Ég er nefnilega með sjófóbíu. Sjóveikur svona. Nei. Ég er hræddur við dýrin á botni. Þú hræddur við sjóinn. Þannig þú ert að labba bara í sundi þá. Ertu bara að tala um sundlaug? Hvað ertu hræddur við vatn? Kópavogs. Ég er ekki hræddur við. Nei, ég er hræddur við sjóinn. Sjóinn er ekki í sundlaug Kópavogs, Já, ég var alltaf að tala um sundlaug Kópavogs, ég var bara að tala um sundlaugar almennt. En Magnús, ég var með þér eitthvað tímann, í frístundi eða eitthvað, og vorum í strætó og við ætlum að fara í sundlaug. Það voru að spila útvarpsþáttur eitthvað að fólk að fara í sjóinn, og það er svolítið hættulegt að fara í sjóinn fyrir það er það. Og einni myndi sem það svona, ég þori eiginlega ekki að fara í sjóinn með þetta fyrir að frekar svona ræðilega. Þannig að einu útvarpsþætti og okkur rásætti eitthvað, það breytti bara því skoðun. Ég er ekki að tala, Við aldrei að ég er samt ekki að tala um sko að við erum hérna á strönd og ég fer svona smá í sjóinn svona. Ég er ekki að tala um að ég er alveg, það var að koma háka. Nei, ég er að tala um svona lengst út í sjó. Já, það eru allir hrætt, hvað heldur allir bara, ég er hérna lengst út í sjó, maður er alveg að fara að drukna 20 ára gaman maður. Heldur allir sér svona. Ég er hérna út á miðju hafi að drukna. Ok, aðeins slag. Ég er líka að Ok, komin hérna, þetta er dope challenge, að sem ég ætla að dýfa mér út í mitt Atlantshafið þar sem er
Það er enginn þannig. Nei, ég er bara hræddur það sko að ef ég myndi einhvern tíma vera eitthvað lengst út í sjó og ég myndi svo fara í kaf og það væri allt svona óskýrt í kringum mig og svo myndi bara koma einhver rísastór kolkrabbi, maður sér það ekki nógu skýrt og svo myndi ég er líka sérstaklega hræddur við hvali. Ekki, ef ég er kannski sko, þegar ég segi hræddur þá meina ég ekki að ég hata þá. Nei, ég veit. En svona, ef ég var á báti og ég myndi sjá svona hval og fara aftur niður í sjó, þá var ég ekki hrædd. Ef ég væri bara í sjónum, bara í kafi og myndi koma hvalur að synda framhjá mér, myndi koma svona ég myndi pissa á mig. Þegar við byrjum með Karlakóan, hvaða liði voru það? Það var Segir satt, Myndir fyrir milljón, það var... Nei, Myndir fyrir milljón var fyrst í öðrum þættinum. Nei, tölum bara yfir alla sem hafa verið. Það var Smásólin, auglýsingahlé, Rökræður. Standandi? Nei, ég er sko 5 mínútur. Já, nei, ég er frekar þreyttur sko. Nei, 5 mínútur að myndu. Nei, ok, þið megum samt. Hæ, Elmar Sif. Núna ætlar Úlfur að flytja ávar fyrir mömmu sína. Jæja, takk mamma fyrir að hafa komið í streymina, takk, er ekki Já. Æðislega. Þessi var gott. Ok, þessi var mjög gott. Akkur ertu ennþá að beina það á mig? Ok, þú sagði næstum því nafn á mannesku. Já, ekki minna fólk á það. Nei, þú sagði það sem síðast þetta. Ok, já. 4 mínútur. Ok, Við getum líka alveg verið lengur, við erum að hafa lag í lokinu, ekki? Eins og alltaf. Jú. En, já, liðin sem við erum búin að hafa. Það er náttúrulega hérna auglýsingahlé. Auglýsingahlé, Já, auglýsingahlé segir Fett, Smásólin. Myndir fyrir milljón. Skrifið það í kommentin. Myndir fyrir milljón. Auglýsingahlé. Já, Símat. Og símaspjall. Já, símaspjall, hrindir frægt fólk. Við hefum ekki gert símat í svona 5 þáttum eða eitthvað. Það er gott. Ef að Alma hefði verið hérna á streyminu bara og við hefum gert símat þá. Ég held fyrir þetta að horfa. Og nei, hún fór. Já, Ok. Anna, við ætlum að hætta. hún var farin. Já, hún er farin. Já, af hverju voru þið þá eitthvað? Það var svo vandsæðalega. Ég var að reyna að gera þig mjög hræddan. Oh my god, hvað sagði ég? Af hverju þetta reyna að hræða mig? Ég held þetta bara að enda þetta hér. Alma, Ég ætla bara að enda svo einhverju lægi, held ég. Já, bráðum, eitthvað þannig. Já, ég setjum á stuðmenn og spaukstofuna. Ég ætla að kasta ykkur í þenni mistu það. En sko stöðmenn, þeir ekki svona, þeir eru svona íslenska eitthvað. Þeir eru íslensku bílarnir. Nei, íslensku stóns. Hljómar. Það Það eru hljómar sko, það er svona meira svona Elma, íslenska. fyrir þetta veitna, halló. Ég er ekki farin. Ég ætla að fara með Úlfi. Nei, ekki fara með Úlfi. Ég ætla að læta.